Ég var heilengi að átta mig á því hvers vegna ég valdi það. Það voru 3 verk sem sátu eftir ég hafði svona grandskoðað sýninguna og ég fékk leyfi til þess að sofa á því, vaknaði að morgni og þá rann það upp fyrir mér. Af hverju þetta verk hafði talað svona mikið til mín, af því að ég var upptekin af því að þetta væri verk vikunar. Öll góð list náttúrulega er tímalaus en talar samt til okkar og þetta verk gerði það. Og ég fann einhvern veginn svona hlýja vorstrauma, það er mikið hlýja inni, það eru miklir litir og það sem þetta endurspeglar kannski svolítið það sem við erum að upplifa núna þessa vikuna, það er að segja, það eru kosningar á laugardaginn eftir viku og þetta minnir mig bara á íslensk stjórnmál og umræðuna núna. Þarna eru menn í skrautklæðunum að reyna að laða til sín kjósendur og svona hafa svolítið í hótunum og sér bæði þessi fremri hægra megin og þessi litli fyrir aftan sem geti verið litli frambóðin bara hei, ég ætla nú að láta til mín taka og mér finnst þetta bara svolítið að endurspegla þetta og þá kom mér svolítið á óvart að myndin skildi heita Börn að leik af því ég athugaði það ekki áður sem sagt. Ég hélt geti hanaslagur af því að það er náttúrulega svo greinlega vísun í það með myndunum á hönunum og svona líkamlegu atgerfi og stöðu drengjana en þá heitir Börn að leik.